hugmyndin okkar eða verkefni okkar, Icewind, það í rauninni bara að þróa litlar lóðristás vindtúrbínur fyrir öfgafullt veðurfar á norðurslóðum. Það bara það sem við erum búin að vera að fókusa á síðastliðin ár. Verkefni hófst sem vindhraðamælir í Háskóla Íslands verkfræðideildinni og þróaði svo út í það að verða vindtúrbína fyrir sumarbústaði sem þróaði svo út í það að verða vindtúrbína fyrir fjarskiptar og neðakerfi. Svo þetta var bara svona skólaverkefni sem vatt svolítið hressilega upp á sig. Við erum að fara á markað núna með okkar fyrstu túrbínum, bara núna á þessu ári. Þannig að við erum búin að gera samning við erlendan framleiðanda sem mun framleiða túrbínuna fyrir okkur. Þannig að við erum að fara í þó nokkrar prufuuppsetningar á þessu ári erlendis. Ég myndi segja í byrjun vorum við kannski ekki nógu meðvitaðir mikilvægi hönnunarskráninga. Þetta var svolítið eitthvað sem var svolítið svona aftast í hausnum á manni og maður vissi að maður þurfti að ganga frá þessu á einhverjum tímapunkti. En ég kannski gerði mig ekki grein fyrir því að ég þyrfti að gera það eins snemma og ég rauninni þurfti. Við rauninni birtum mikið af myndum og það var svolítið verið að promóta þetta á bæði á netinu og alls staðar sko. Og þá rauninni fór maður fljótlega að sjá að það voru aðilar að koma sem sáu sér hagið því kannski að afrita það sem við vorum að gera út í heimi og þá virkilega fattaði maður hvað er mikilvægt að ganga frá þessum hlutum fyrr í ferlinu. Þannig að seinna meir þegar við fórum í meiri breytingar á túrbínunni og optimeringar og svoleiðis þá pössuðum við okkur á því að ganga frá öllu þessu fyrst og svo fórum við að birta myndir á netinu.